hamingju með áfangan og að vera komin í milli riðil. Þetta svona stór áfangi fyrir hennar hóp. Já, þetta bara, eins og ég heyrði hérna áðan, þá erum við fyrsta hérna landslið, kvennalandslið til að komast upp í milli riðil á HM. Þannig að bara, já, þetta bara geggjað og líka hafa unnið hennar leik og já. En var ekki léttir, þú skoraði fyrsta markið, var léttir að fara inn á horninu og skora fyrsta markið? Nei, þú veist, ég vissi allan daginn að ég myndi skora úr þessum færum og þú veist, ég meina þetta gerðist bara, ég bara skildi hitt eftir og bara áfram gakk. En þetta skiptir miklu máli að komast í milliriðil og fá svona stærri leiki í staðinn fyrir að spila 3-4 svona leiki. Algjörlega, og ég held að þetta gerir bara rosalega gott fyrir hennan hóp. Ég meina við erum í hraðri framþróun og mér finnst við vera að þróast hratt, þannig að fá svona alvöru leiki, þú veist, það gefur okkur helling og líka, þú veist, við erum líka bara í dauðafæri á að vinna eitthvað að þessu, sko. Já, ég meina það eru þetta þjóðir sem það hafa alveg sem verið hægt að vinna þar eins og tappa, en þetta ekkit óvinnandi vegur þessar 3 þjóðir. Alls ekki. Ég meina Færeyingarnir eru unnið Spánverjana og við erum búin að vinna Færeyjar, þú veist, það bara allt opið, allt galopið. Já, og Svartidingarnir eftir vil ekkit mikið öflugur en Serbarnir. Nei, ég reyndar ekki sé Svartfjallaland nógu mikið, en ég meina ef þeir eru ekki mikið eftir Serbánum þá er bara fullan séns. Þannig að það er bara eftirvænning, skiptum borg og stokka aðeins upp. Og stokka aðeins upp spilin, segir, skiptum borg og stokka aðeins upp. Já, við erum mjög spenntar að fá að komast í smá umhverfisbreytingu. Við erum búin að vera núna í næstu viku á þessu hóteli, þannig að já, það verður geggjað að fara til Dortmund, mér skilst að höllin annars er líka mjög flott.